Ég heiti Arndís Anna Kristínardóttir og Gunnarsdóttir og ég þingmaður Pírata. Ég lögfræðingur að mennt og svo ég 2 stráka, 15 ára og 30 ára. Píratar eru tiltölulega ný stjórnmálahreyfing, komu fyrst inn á þinga Íslandi 2013, ef mér skjáttlast ekki. Það sem Píratar standa fyrst og fremst fyrir eru ákveðin grunngildi sem að hreyfingin er byggist á og við erum með það sem við köllum grunnstefnu Pírata. Það eru grunngildin okkar sem öll síðan okkar málefnastefna byggir á. Og grunnstefnan er í ákveðnum þáttum og það sem þar kannski efst á lista, það gagnrýnin hugsun og upplýsingar. Og það snýst það að við byggjum alla okkar ákvörðunartöku á nýjustu upplýsingum og staðreyndum og það algjörlega óháð því hvort að það staðreyndir og upplýsingar sem eru þá réttar styðji það sem við töldum fyrir eða annað. Við byggjum alltaf á nýjustu upplýsingum, okkar stefnu og okkar aðgerðir. Gagnrýnin hugsun snýst náttúrulega það að vera alltaf opin fyrir því að hlutinni breytist, að nýjar upplýsingar berist og að við lærum meira sem mannkinn. Þannig að stefnan að sjálfsögðu alltaf í þróun út frá þessu. Þetta eitt af okkar förstu grunngildum. Annað sem að við leggjum mikla áherslu á í öllu okkar starfi og leggur grunninn að öllu sem við gerum og allir okkar stefnu, það vernd borgararéttinda og það kannski í daglegu tali oftar talað mannréttindi en borgararéttindin eru ákveðin þáttur mannréttinda. Það eru kannski fyrst og fremst, ég segja okkar uppáhalds mannréttindi, ef það má orða það þannig, eru tjáningafrelsi og upplýsingaréttur og síðan friðhelgi einkalífsins. Samspilið þarna á milli getur verið svolítið sérstakt. Píratar eru stofnaðir af fólki sem mjög tækni meðvitað og hefur mikla tækni þekkingu og var kannski svona í upphafi ákveðin svona tölvunörda hreyfing fólks sem taldi þá stjórnmálaflokka sem að fyrir voru ekki vera nægjanlega í takt við tækni þróunina í sinni stefnu og sínum aðgerðum og kerfið væri ekki að þróast nógu hratt til þess að vernda borgararéttindi í ljósi mjög hraðar tækni þróunar. Annað grunngildi sem að við byggjum alla okkar stefnu á og hefur kannski svolítið birst í okkar vinnu ekki síst á Íslandi, það gagnsæi og ábyrgð. Og þetta náttúrulega andheitið við spillingu og leynd og Píratar hafa orðið nokkuð óvinsælir í ákveðnum hópum vegna gríðarlega þungrar áherslu á gagnsæi og ábyrgð. Og það kannski birtist ekki síst í því að við erum alltaf að heimta upplýsingar. Við krefumst þess að allar upplýsingar séu upp á borðum nema eitthvað mæli gegn því og það þarf þá að vera mjög skýrt. Allt sem stjórnvöld gera á að vera aðgengilegt almenningi að okkar mati nema mjög veigamiklar ástæður mæli gegn því. Og þarna samspil við friðhelgi einkalífsins vegna þess að þegar hlutir snúast einstaklinga og þeirra friðhelgi þá að sjálfsögðu gilda aðeins önnur lögmál. Annað af okkar grundvallar grunngildum eru beint lýðræði og sjálfsákvörðunarréttur. Við vorum með í kosningabaráttunni okkar núna til dæmis síðast, þá var okkar slagorð svolítið stuðandi kannski fyrir marga, það var lýðræði ekkert kjaftaði. Og við áttum okkur síðan á því að sáum það að fólk kannski tengir ekki alltaf við þessa áherslu okkar á lýðræði, af því að þegar við segjum lýðræði þá kannski hugsar fólk svona almennt en við erum með lýðræði hérna, hvað þið eiginlega að tala um? En það sem við erum að tala um þar aukin aðkoma almennings að ákvarðanatöku og þetta orð næri í rauninni svolítið vel utanum alla okkar stefnu og alla okkar grunngildi sem snúast að vernda hina valdaminni gegn þeim valda meiri, þar á meðal borgarana gegn ríkisvaldinu. Þannig að við höfum lagt mikla áherslu á þetta hugtak og munum ekkert þreytast
á að útskýra fyrir almenningi og kjósendum hvað við eigum við með því. Viljið þið svona beint lýðræði þar sem maður getur bara fara eitthvað tilkynningu í síman, bara viltu læri skatta eða eitthvað, þá getur maður kosið það? Það eru náttúrulega til mjög margar útfærslur á beinu lýðræði, en já, við teljum alveg tvímælalaust þörf á meiri beinu lýðræði á Íslandi og þar höfum við meðal annars tala fyrir breytingum á stjórnarskrá Íslands sem breytingum sem að lúta að því að skapa ákveðin rétt til dæmis til þess að krefjast þjóðaratkvæðagreiðslu. Það eru auðvitað ýmsar leiðir til þess að útfæra þetta og það er eitthvað sem þarf bara að koma til umræðu, en það sem er alveg skýrt er það að við teljum þarf á meiri aðkoma almennings og meiri völdum í höndum almennra borgara og kjósenda sjálfra heldur en bara það að kjósa einhverja flokka á 4 ára fresti. Já, en er ekki gallar við það að hafa þetta bara svona beint og hafa, í staðan fyrir að hafa fólk bara á alþingi að ræða, eins og ef einhver spyrir þig, viltu læri skatta, þú verður alltaf að vera að segja já, en ef þetta er svona óbeint þá koma þingmenni saman, þeir ræða það, vega út kostina og gallana. Jú, akkurat, og þess vegna held ég að fulltrúa lýðræðið sé alltaf einhvað síður mjög gagnlegt og mikilvægt og það snýst náttúrulega það að við getum verið með eitthvað fólk í hreinlega fullri vinnu við það að taka ákvarðanir, því það er ekkert minna en fullt starf og ég get alveg sagt það, hafandi setið núna á þingi í tæpt ár, að þetta er miklu meira en full vinna ef vel á að vera og ekkert ósanngjörn krafa að allir þingmenn taki þátt í umræðu í rauninni alla þætti þó það sé ógerlegt og þangað eru einstaklingar kosnir til þess að sjá þessa ákvörðunartöku fyrir hönd almennings. Hins vegar þá eru ákveðnir hlutir sem að almenningur gæti viljað, hvað ég var að segja, grípa fram fyrir hendurnar á þessum fulltrúum til þess að ná sínum vilja fram. Það eru auðvitað alltaf ákveðin mál sem þjóðin hefur meiri áhuga á, almenningur hefur meiri áhuga á heldur en öðrum og þá teljum við rétt til dæmis að hægt væri með ákveðnum fjölda eða ákveðnum forsendum að óska eftir því að almenningur fái að kjósa hluti. En þetta er góður punktur hjá þér vegna að þetta sýnir hversu flókið í rauninni það er að finna gott jafnvægi í lýðræði og fyrirkomulagi þess vegna að það eru til ríki sem eru með mikið beint lýðræði og frægast er náttúrulega Sviss sem er með mikið að þjóðaratkvæðagreiðslum og öðru og það eru ákveðnir ókostur sem fylgja því líka. Það hefur sýnt sig til dæmis að ef að þjóðaratkvæðagreiðslur eru of margar þá hættir fólk að taka þátt. Það missir áhugan, það kannski hefur ekki tíma í svona daglegu lífi til þess að vera að setja sig inn í alla hluti og vera að greiða atkvæði eitthvað í hverju viku og það viljum við alls ekki sjá. Við teljum mikla og góða kosningaþáttöku gríðarlega mikilvæga og það er eitthvað sem við Íslendingar höfum mátt hrósa happi fyrir hinga til. Það er gríðarlega góð kosningaþáttaka en við höfum til dæmis talað það núna, það er hún fer minkandi. Kosningaþáttaka fer minkandi, jafnvel bara í almennum alþingiskosningum og sveitarstjórnarkosningum, sérstaklega hjá ungu fólki og þetta teljum við áhyggjuefni og við teljum ástæðu til þess að stjórnvöld hreinlega grípir til aðgerða til þess að auka kosningaþáttöku og höfum talað fyrir því og lagt fram tillögur þess efnis. Þannig að það er líka ákveðin hluti af því að efla lýðræðið og viðhalda því. Það er að upplýsa fólk, hvetja fólk til þess að taka þátt og auðvitað er þetta allt nátengt þessu gagnsæi og þessum upplýsingarétti sem við teljum borgarinn hafa svo þeir geti nú tekið afstöðu, hvort sem það er á 4 ára fresti eða oftar. Hvenær á að vera svona beinar kosningar frá almenningi og hvenær á bara fulltrúarnir að sjá það eða svona stórmál eins og hvort að Íslandi er gangin í Evrópusambandið þar sem að svona almenni borgari á að kjósa? Við höfum talað fyrir því að það verði þjóðaratkvæðagreiðsla það, sannarlega. Hins vegar þá er það sem að við höfum kannski einna mest lagt áherslu á, það er ákveðin tillaga í frumvarpi stjórnlagaráðs nýja stjórnarskrá að ákveðin fjöldi kjósenda geti farið fram á þjóðaratkvæðagreiðslu og þá er það í rauninni kjósendur sem ákveða það
hvaða mál það eru sem að þeir vilja taka beina afstöðu til og taka í sínar hendur í rauninni. Það svona kannski hugmyndin sem upp á borði núna, en eins og ég segi þá þetta allt, það eru ýmsar leiðir til og allt til umræðu. Já, þið eruð í stjórnarandstöðu í Pírötum. Hversu miklu finnst þið ráða sem andstöðuflokkur? Það góð spurning og takk fyrir hana vegna þess að þetta eitthvað sem að ég hef svolítið velt fyrir mér sjálf, verandi stjórnarandstöðu þingmaður. Framan af fannst mér kannski einhver vafi á það að við hefðum nokkur völd og auðvelt að hugsa þannig að meirihlutin bara ráði og við höfum í raun ekkert að segja. Hins vegar þá reynsla mín önnur af þinginu. Nú hef ég verið á þinginu í bara þennan eina vetur og það hefur komið mér á óvart, mjög ánægulega óvart, hversu mikil áhrif við getum þó haft. Og það eitthvað sem lærist líka. Það eitthvað sem ég held að Píratar hafi þurft að læra á þeim stuttatíma sem þeir hafa setið á þingi og lært mjög vel. Það hvernig við látum í okkur heyra, hvernig við höfum áhrif öðruvísi en að leggja fram lagafrumvarp og fá það samþykkt með einhverju meirihluta atkvæða. Þar vil ég kannski helst nefna sem dæmi bara umræðuna. Umræðan getur haft svo mikil áhrif og þar dæmi áhrif, mikil áhrif sem við höfum í vetur að mínum mati. Það var lagt fram frumvarp af hálfu ríkisstjórnarinnar sem við töldum algjörlega ótækt af ákveðnum ástæðum og við bara töluðum mjög skýrt það. Við fórum bara upp í pontu, notuðum tæki sem okkur gefið sem mikrofóninn og orðið og útskýrðum fyrir ríkisstjórninni hvers vegna hvað við töldum vera að þessu. Og það endaði með því að ríkisstjórnin dró þetta frumvarp tilbaka. Þannig að þar höfðu við mikil áhrif og heilbrigðisráðherra sem lagði þetta fram, hann sagði það sjálfur að ástæðan fyrir því að hann dró frumvarpið tilbaka væri vegna þeirrar umræðu sem hefði átt sér stað í þinginu. Þannig að það kannski eitt, bara umræðan út af fyrir sig, hún getur haft mikil áhrif. Og það á líka við ákveðna breytingar á lögum útlendinga sem að við erum mjög mótfallin og voru lagða fram núna í 4. skipti. Við náðum þeim áfanga að fá ríkisstjórnuna til að draga það tilbaka aftur. Svo eru aðra leiðir til þess að hafa áhrif og það einfaldlega að leggja fram okkar tillögur. Við leggjum fram okkar tillögur, við rökstuðum þær, tölum fyrir þeim og það sem gerist á stundum að ríkisstjórnin, þó hún sé treg til þess að samþykja mál frá stjórnarandstöðuflokkum af pólitískum ástæðum og það gildir alltaf, sama hver við völd, þá stundum taka þau upp hugmyndir okkar í stjórnarandstöðunni. Þetta gerðist til dæmis núna í fyrra í loftslagsmálum. Ákveðnir hlutir sem að við höfum talað fyrir voru í okkar stefnu eru komnir inn í áætlanir meirihlutans þó að okkar tillögur hafi ekki beinlínis verið samþykktar, þá taka þau upp á sína arma. Og þetta okkur að sjálfsögðu að meina lausu þegar upp staðið. Auðvitað væri fínt að fá pólitískt kredit fyrir þau mál sem að við erum að berjast fyrir, en þegar á hólminni komið þá snýst þetta auðvitað að ná góðum breytingum í gegn og þá þetta ekkert í sjálfu sér verið leið heldur en önnur og við bara fögnum því þegar ríkisstjórnin tekur upp okkar málefni og okkar stefnu. Annað mál sem að ég held að Píratar megi vera mjög stoltir af afglæpavæðing neysluskammta. Þetta mál sem að þegar við hófum að halda því á lofti fyrir nokkrum árum síðan, þá var það framandi fyrir mörgum stjórnmálaflokkum og mörgum þótti þetta eitthvað varhugavert af einhverjum ástæðum. En það svo komið núna að afglæpavæðing neysluskammta komin í stefnu allra stjórnmálaflokka sem að sitja á þingi í dag nema 1 eða 2. Þetta mikill árangur. Þetta sýnir það að bara með umræðunni og upplýsingunni og með því að krefjast upplýsinga, með því að krefjast gagna, vekja athygli á gögnum og eiga þetta samtal, þá hægt að hafa gríðarlega mikil áhrif. Þó þetta mál hafi ekki náðst í gegn núna, ekki náðst í gegn ennþá, þá það komið
á borð ríkisstjórnarinnar. Ríkisstjórnin hefur sjálf lagt fram frumvarp þessa efnis, þó hún hefur dreigið reynda tilbaka núna síðast. Þá höfum við trú á því að þetta muni á endanum nást í gegn, þetta tímaspursmál, þó það sé kannski að taka eins lengri tíma heldur en við myndum vilja og myndi gerast ef við værum í ríkisstjórn. Ef þetta eitthvað sem næst í allir eru núna sammála af hverju þetta ekki komið í lögin? Það mjög góð spurning. Það einhver ótti sem ekki byggður á rannsóknum, ekki byggður á rökum, eða sagt, ekki rökum sem eiga sér stóð í staðrindum og gögnum. Það ótti við að afglæpavæðing auki vímuefnaneyslu. Það allskins ótti, það ótti við að enginn muni hafa afskipti af vímuefnaneytendum ef að þetta færi gegn, en það auðvitað ekki þannig. Við höfum svarað þessu hefur öllu verið svarað með mjög skýrum hætti og með vísan til gagna, en ég held að það sé akkurat þessi ótti við breytingar, ótti við hið ókunnuga, hvernig mun þetta kerfi okkar líta út ef við breytum þessu. Þessi ótti alltaf fyrir hendi og hann ótrúlega valda mikill þessi ótti. Fólk leiður orðið hrætt, þá erfiðara fyrir það að taka rökum og staðrindum. Það eitthvað sem vandamáli fleiri málflokkum. Þannig ég held að sé bara það, ég held að sé tímaspursmál. Sjáið þið afglæpavæðingu neysluskammta sem fyrsta skrefið í áttina að lögleiðingu eða viljið þið bara stoppa þar? Við teljum þetta mjög lítið skref í rétta átt og í rauninni algjört smá skref. Þetta skref sem nauðsynlegt að taka strax til þess hreinlega að bjarga lífum. Vegna þess að kerfið eins og við búum við það núna með því að gera vímuefnaneytendur og sérstaklega einstaklingar sem glíma við fíknivanda að glæpamönnum. Við erum að gera það verkum með þessu kerfi að fólk sæki sér ekki þá aðstoð sem það þarf á að halda. Það veigra sér við að hringja á sjúkrabíl til dæmis ef eitthvað kemur upp á. Og við höfum alveg skelfileg dæmi þess að ungt fólk hreinlega lætur lífið. Og það bein afleiðing af því kerfi sem við búum við. Þannig við teljum þetta algjört smáskrif og algjört grundvallaratriði og ætti ekki að vera neitt ágreiningur þetta og þetta ætti auðvitað að vera löngu på að gangi gegn. En sannarlega bara fyrsta skrefið í áttina því að byggja hér upp kerfi þar sem að vandamálin sem geta skapast af vímuefnaneyslu að þau séu leyst þar sem að þau eiga heima í heilbrigðiskerfinu og félagslega kerfinu. Við teljum þetta hreinlega ekki eiga heima í refsivörslukerfinu. En ekki of mikil áhersla lögð á að tala fíkla þegar talað ólögleg vímuefni af því að myndir ekki að samla því að áfengi sem getur verið rosalega skaðlegt og ávanabindandi vímuefni það einhvern veginn fær einhverja undanþágur sem önnur vímuefni fá ekki. Þetta sannarlega eitthvað sem hefur mikið verið haldið á lofti í þessari umræðu sem það að eitt hættulegasta vímuefni er löglegt og önnur sem að jafnvel rannsóknir sína séu hættu minni fyrir einstaklinga frá heilsufarsjónarmiði séu ólögleg. Ég held að þetta snúist spurninguna hver eru vandamálin sem fylgja vímuefnaneyslu. Vandamálin sem að geta fylgt vímuefnaneyslu snúast fyrst og fremst heilbrigði einstaklinga, heilsufar. Ofneysla vímuefna getur haft skaðleg áhrif á heilsu og svo geta skapast vandamál þegar einstaklingar fara að eiga við fíknivanda að stríða. Ég held að ástæðan fyrir því að fólk með fíknivanda í brennideplunum í þessari umræðu sé svo að þetta litla skref sem við viljum taka snýst fyrst og fremst vernd þeirra. Við erum ekki einu sinni komin út í umræðuna það að sjálfráða einstaklingar eigi að geta leikið sér á þann hátt sem þeim sýnist á meðan þeir eru ekki að skaða aðra. Við erum ekki einu sinni komið þangað í umræðunni, þannig að við erum komið mjög stutt og styttra en flest lönd í kringum okkur. En það sýnir bara hversu mikilvægt að taka þetta skref svo við getum haldið umræðinu áfram og tekið hana upp á næsta stig. Telur þú líklegt að kannabis muni til dæmis vera löglegt sem vímugjafi á Íslandi einhvern tímann á næstunni? Mér finnst það ekkert ólíklegt. Það er það sem hefur verið kannski þróunin í löndunum í kringum okkur en
hvort það sé ástæði til að taka eitthvað tiltekið vímuefni út og spá fyrir það. Ég held að það sé kannski hægt að gera það bara út frá því sem að gerast í löndunum í kringum okkur. Það er mikil, það eru mjög, hvað ég var að segja, samfélagsviðhorfin gagnvart kannabis á Íslandi eru öðruvísi heldur en í mörgum ríkjum, þar sem er miklu afslappaðra viðhorf til kannabis og það er löglegt upp að einhverju marki, bæði neysla og sala. Þannig að ég held að það sé engin spurning að það sé þróunin á næstu árum. Já, ég held að það muni gerast einhvern tímann á næstu árum þó að það kannski sem að núverandi ríkisstjórn er að gera bendi kannski ekki til þess að þau ætli sér að fara með neinum asaði í þeim efnum. Já, er það því að það hafa bara ekki áhuga á því frekar en að sé eitthvað endilega á móti? Ég held að það sé mikil þrýstingur í hina áttina líka og það eru auðvitað ákveðnu áhyggjur sem að koma upp og ég held að það sé það sem að ég er að halda aftur af þessu. Það er þessu ótti sem að ég var að tala um og kannski það að þetta er ekki forgangsmál. Það eru auðvitað þannig líka að þegar þarf að velja og hafna í því sem að er hægt að ná í gegn á einum þingvetri til dæmis, þá er ákveðin forgangsröðun og við höfum ekki séð að þetta sé í neinum sérstökum forgangi hjá neinum ríkisstjórnarflokkana þó það sé mjög ofarlega á dagskrá hjá ungliðarhreyfingum ákveðina ríkisstjórnarflokka, sérstaklega Sjálfstæðisflokksins. Ungliðarhreyfingar Sjálfstæðisflokksins hafa verið talað mjög opinskátt til dæmis heimildir til sölu áfengis í verslunum og annað slíkt en þær vangaveltur og svo hugmyndafræði virðist ekki hafa náð upp í fullorðnu deildina. Þannig að það er einhver íhaldssemi þar. Það er mjög mikil íhaldssemi þar og allir ríkisstjórnarflokkarnir eru mjög íhaldsamir. Þeir eru ólíklegir til þess að gera einhverjar mjög róttakar breytingar á neinu. Ég ætla bara taka svo sterkt til orða. Þannig að ég held að alla breytingar sem eru grundvallar breytingar, þær munu gerast mjög hægt með þessa ríkisstjórn. Já, en er þetta ekki bara með kannabis allavega, er þetta ekki bara tímaspursmál hvernig þetta verður löglegt hérna og allstar af því að ég myndi segja að rökræðu keppnin hvort að þetta eigi vera löglegt eða halda áfram að vera ólöglegt að hún sé bara svolítið svona búin. Ég verð að vera svolítið sammálaðir þar. Við förum í hringi í þeirri umræðu. Ég er sammála því mér finnst við svolítið vera komin að niðurstöðu og hún er svo að þetta sé ekki á réttum stað. Að hafa þetta í refsivörslukerfinu þjónar engum þeim tilgangi sem það á að gera og veldur bara skaða. Þannig að ég er sammála því, en það er nú bara stundu þannig, maður þarf að taka umröðuna 100 sinnum áður en að hún næst í gegn. Það er bara svoleiðis, en ég held að það sé tímaspursmál, já. Þessi höfundaréttamál og ólöglegt niðurhal, máttu segja mér hver stefna eitthvað Pírata er varðandi það? Já, það er alltaf svo gaman að segja frá því vegna þess að þar eru að rætast allar spárnar sem að við höfum komið með fyrir árum ef ekki áratugum síðan. Vandamálið varðandi aðgengi fólks að list á stafrænu formi, til dæmis bíómyndum, kvikmyndum, þáttum, tónlist og öðru, hefur verið það að aðgengið er svo takmarkað. Við teljum reglurnar ekki hafa, þarna er mjög gott dæmi það við teljum reglurnar ekki hafa verið í takt við þróun tækninar og það sést best kannski á höfundalögum á Íslandi sem hefðu verið óbreytt áratuga skeið og gerðu ekki í neinu ráð fyrir þessu formi sem er stafræna form þar sem að eintakagerð, til dæmis er eintakagerð það er mjög mikilvægt hugtak í hugverkarétti, í höfundarétti og þar eru við kannski upphaflega að tala bók og það er gert að búið til eintak af bók og hver á þetta eintak. Þegar við erum komin út í stafræna eintakagerð þá er þetta miklu flóknara því að þú getur gert endalaust mikið af eintökum einfaldlega með því að senda, þú sendir eitthvað skrá, þá verða til
fjölmörg ný eintök af þessu og kannski erfitt að fylgja því eftir, en þessi löggjöf, hún nær engan veginn utan það sem við erum að horfa á. Og afleiðingin hefur verið svo að aðgengi fólks að höfundaverkum er mjög takmarkað og engan veginn í takt við eftirspurnina. Fólk vill horfa á kvikmyndir, það vill hlusta á tónlist og það er misskilningur að fólk vilji endilega gera það ókeypis og það hefur sýnt sig. Þarna hafa okkar spár sýnt sig þar sem nýsköpun og ný tækni og tæknin hefur verið nýtt til þess að auka aðgengi fólks að þessum hugverkum gegn greiðslu í stað þess að berjast gegn tækninni. Í stað þess að berjast gegn þessari tækniþróun þá hefur hún verið nýtt til þess að tryggja það að höfundar fái greitt fyrir sína vinnu og með þessu erum við að sjá að fólk er reiðubúið að borga fyrir hugverkin. Svo getur við rætt hversu mikið og það er eitthvað sem að þarf kannski að finnast með tíð og tíma og er að þróast. Þarna er ég náttúrulega að tala þessar streymisveitur sem að eru orðnar algengar. Við erum með Spotify, það er sambærileg þjónusta frá Bandaríkjunum sem að heiti Tidal. Þar sem er hægt að fá aðganga tónlist, nánast hvaða tónlist sem er, með samningum við höfunda og fyrir þetta greiðir fólk og fyrir þetta er fólk reiðubúið að greiða. Svo erum við með fyrir kvikmyndir og sjónvarpsefni alls konar streymisveitur. Mér endist ekki dagurinn til að telja þær allar upp og það sýnir sér sömuleiðis að fólk er reiðubúið að greiða, jafnvel fyrir eintakið eins og tíðkast til dæmis á Amazon, þá getur þú keypt aðgangað einhverju kvikmynd í einhver tíma, það getur virkað eins og gamaldags vídeolega eins og við vorum með hérna í gamla daga eða þú getur hreinlega keypt rétt að eintakinu og átt þitt eintak. Og fólk er að gera þetta og það er reiðubúið að borga og fyrir vikið fá listamenn greitt fyrir sína afurð. Fyrir vikið er ólöglegt niðurhal að minnka mjög mikið. Það eru hins vegar ennþá hindranir sem snúast ekki síst markasvæði, það er ójafnvægi í verðlagningu á til dæmis sérstaklega kvikmyndum á milli markasvæða í heiminum og þetta veldur því að það er ennþá þráast við að gefa þetta alveg frjálst flæðið á milli ríkja þannig að það sé hægt að kaupa kvikmynd hvaðan sem er hvert sem er. Þetta er kannski það sem er einna helst að viðhalda ólöglegu niðurhali og svona leiðum sem fólk nota til þess að komast fram hjá þessum kerfum með því að þykjast vera statt í öðru landi, gerir VPN tengingu ykkur staðar í einhverju öðru landi eða annað slíkt til þess að komast í. Það er náttúrulega gengur gegn þeim markmiðum sem reyndir að ná með þessum kerfum en allavega þá það sem að hefur sýnt sig á síðustu árum er það að okkar málflutningur og okkar spá reyndust réttar sem eru þær. Fólk er reiðubúið að borga fyrir þetta. Það þarf bara að gera þetta aðgengilegt gegn greiðslu. Það þarf að gera það auðvelt, fljótvirt að nálgast efnið og reynslan sýnir líka að fólk er reiðubúið að borga fyrir gæði. Það er hægt að hafa áskrift misdýra eftir því hversu mikil gæði eru á eintakinu sem að þú færið að njóta